Góða kvöldi og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gestir þáttarins eru Úlfur Atlason, BS-nemi í eðlisfræði, Magnea Ruth, meistarnemi í heimspeki og Guðni Thorlacius, varaforseti Landssamtaka íslenskra stúdenta og BA-námi í heimspeki. Við ætlum að ræða rektorskjör í HÍ út frá hugmyndum nemenda. En það eru 7 umsækjendur stöðuna, en 2 þeirra eru erlendir og við munum ekki ræða þá í þessum þætti. En þessar 5 sem að starfa þá innan skólans, sem Björn Þorsteinsson, prófessor við heimspekideildina, Magnús Karl Magnússon, prófessor við læknadeildina, Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í alþjóðasamskiptum, Ingibjörg Gunnarsdóttir, aðstoðarrektor við vísinda og samfélags og Kolbrún Þótt Pálsdóttir, prófessor á menntavísindasviði. En kosningarnar standa núna yfir frá 18. til 19. Og þegar þátturinn kemur út að þá eru búið að loka fyrir kosningar, þannig við erum ekki að fara á áhrif á aðra nemendur og þannig að en mögulega sannfærum við bara hvort eitthvað annað, eitthvað annað sem við höfum verið að hugsa út hingað til, sko. Akkurat. En ég ætla bara að biðja ykkur að byrja á að kynna ykkur fyrir hlustundum og áhörundum og segja okkur eitthvað ykkur og hvaða deildir eru í og hvað eru að mennta ykkur í og svona ykkar svona framtíðarsýn. Og má ekki bara byrja á þér, Guðni? Jú, endilega. Bara takk fyrir boðið í þáttinn. Ég sem sé BA-nemi í heimspekinni, eins og Magnea var hérna á síðastur, nú er hún MA-nemi. En ég nú líka varaforseti LÍS, Landssamtaka íslenskra stúdenta, sem eru heildarsamtök, regnhlífarsamtök stúdentafélagana á landsvísu. Það er svona þrepi fyrir ofan eins og SHÍ í HÍ. Þá er LÍS og það eru fulltrúar frá öllum háskólum landsins, bæði opinberu og einkareknu, sem sitja í fulltrúaráði hjá okkur og við svona bara sinnum hagsmunabaráttu fyrir stúdenta á landsvísu. Annars er ég bara heimspekinemi, ég er bara að vinna í BA-ritgerð og er bara svona að fylgjast með rektorskjörinu frá hliðarlínunum fram að því og auðvitað frambjóðandi úr minni deild, þannig að það er alltaf spenna í þessu. Já, ég heiti Úlfur, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Ég er nemandi í eðlisfræði, grunnnámi og er að klára mitt annað ár núna. Ég er líka verkefnastjóri í Háskólanum í Reykjavík, ég er verkefnastjóri skema, en það er kannski eitthvað sem við ræðum ekki hér. En já, ég er búin að vera að fylgjast með frambjóðendum og rektorskjörinu svona einmitt á hliðarlínunni. Það er svolítið mikið að gera akkurat núna í skólanum, þannig að maður hefur ekki tíma til að kynna sér allt í þaula, en ég er allavega búin að lesa vel yfir stefnumálin og svona kynna mér þetta nokkuð vel, þannig að ég hef svona allavega eitthvað fram að fara í þessum þætti, held ég. Magnea. Já, ég er Magnea og ég er mastersnemi í heimspeki og svolítið kannski ekki alveg búin að vera að fylgjast með hliðarlínunni. Ég hef alveg verið virki að styðja við einn frambjóðanda og já, bara að vinna í mastersyrki samhliða því. Það er nú ekki eins og stúdentar hafi mikinn tíma til að vera að sinna öðru en fylgst með hliðarlínunni og líka tekið þá smá þátt. Já. En bara svo komið alveg fram og þá er ég meistarnám í félagsráðgjöf, þannig ég mun taka aðeins þátt í umræðinni. Akkurat. Þannig að þetta eru spennandi tímar, sko, finnst mér persónulega, og ég er samt á sama báti og þegar maður hefur svona fylgst með að hliðarlínunni, en þættirnir, ég veit ekki hvort einhver hafi séð að þættirnir sem að Gunnar Smári var með á samstöðunni við hvern einasta rektor. Akkurat. Það svona hjálpaði mér heilmikið. Við fengum til dæmis enga kynningin í okkar deild. Já. Þannig að við svona, maður þurfti svolítið bara að leita sjálfur eftir upplýsingum. Akkurat. En mér finnst það mjög skemmtilegt svona að þetta gerist ekki oft. Nei, Já, þættirnir hans Gunnars Smára hérna á samstöðinni eru mjög fínir. Ég er búin að hlusta á alla, ég var búin að hlusta á 2 áður, svo hlustaði ég á hérna 3 núna í dag. Já. En mjög fræðandi. Já, mjög svo. Líka bara gaman að kynnast þeim svolítið dýpra. Já, einmitt. Þetta hefur verið svolítið bara svona pallborð og stefnumál og ekki mikið færi á því að þau kynni sér svona ein og sér persónulegri nótum kannski.
Þannig að það var fínt að hafa þá þættina. En mér langar líka bara að forvitnast, þú veist, hvað var það sem að þið leituðust eftir þegar þið voru að skoða rektorsframbjóðendur? Það sé ekki hvort tveggja svona einhver skýr, svona, ég segi ekki mjög ítarlega stefna af því að þetta svona aðeins öðruvísi kosningar heldur en eins og þingkosningar eða jafnvel bara stúdentarráðskosningar eða eitthvað. En bara skýr áhersluefni og bara að sé skýr persónuleiki á bakvið sem er svona trúir að sé að fara að fylgja einhverju stefnu eftir. Hérna, ég sé að það tvennt svolítið helst í hendur með það velja sinn frambjóðandi eða svona hvernig maður vill kjósa held ég í þessu, af því þetta er svo persónulegt starf, þetta er náttúrulega bara rektorsembætti er ekki bara einhver svona stefnumótandi batteri, þetta er það að miklu leyti, en þetta er bara persóna sem svona fyllir inn í þetta starf og er svona andlit háskólans út á við, maður er bara svona hvaða manneskju maður vill fá í sem sitt andlit sín skóla. Já, algjörlega. Ég held að ég sé með mjög svipaða punkta sko að maður gerir sérlega grein fyrir að maður er ekkert að kjósa rosalega mótandi afl eitthvað sko. Þetta er náttúrulega bara rektor Háskóla Íslands en engu að síður getur hann haft einhver bein áhrif en svo líka óbein áhrif og þess vegna met ég persónuleika og bara svona framkomu rosalega mikið sko inn í valið hjá mér allavega því að svo bara ég voru alveg hreinskilin hefur mér ekkert fundist vera mikill munur á milli frambjóðenda hvað var það stefnumál og þetta er allt sem ég held að við séum með bara svona mjög góðri stöði með það að þeim er öllum treystandi fyrir þessu hlutverki þannig að ég held að stúdentar á endanum séu að fara að velja út frá einhverju bara svona framkomu og persónuleika og traustinu til þess að fylgja stefnumálunum. Já. Ég held að það sé svolítið stór hluti því að þetta er allt saman mjög vel hæft fólk og það þekkir greinilega háskólana innan sem og utan og veit svolítið svona hvert gildi háskólans er. Nákvæmlega. Einmitt. Já, ég allavega svona er með svona nokkra punkta sem eru mér kærir svona stefnumál sem ég allavega skoðaði út frá en ég er mitt sammála sko, mér finnst flestir frambjóðendur vera með svona frekar svipaðar áherslur og þau eru náttúrulega öll að sækja þetta embætti rektors og eru náttúrulega þar til að gera háskólanum gott þannig að ég held að það sé kannski frekar eðlilegt að það sé ekki mikill munur milli frambjóðenda en svona hvað varð svona loka ákvörðun hjá mér var sem sagt út frá áherslum þeirra á námsstyrki í rauninni það var svona það sem keypti mig svolítið en sem sagt það var að tala fyrir breyttu námslánakerfi en ég veit að rektor náttúrulega ræður því ekkert og getur ekki breytt því sjálfur en getur allavega orðið öflugur talsmaður þannig að ég held að rektor geta alveg gert mikið gagn og verið góður talsmaður fyrir bættum aðstæðum nemenda í skólanum þannig að það var svona út frá því kaus ég minn rektor. Já, þetta er einmitt mjög mikilvægt málefni sem hún kemur inn á bara ég persónulega er ekki að taka námslán en ég sé samt fólkið í náminu ströggla einmitt vinnandi sumir hverju bara 100% vinnu til að ná endum saman, veist. Mér finnst þetta bara gjörsamlega galið, bara akkur erum við ekki að styðja betur við nemendur. Er þetta ekki framtíðin, skilur ungt fólk á það að koma bara með hefi skuldabagga á bakinu inn í lífið og inn í atvinnulífið, mér finnst þetta mjög galið. Já, þetta er það sko, algjörlega, þetta er mjög galið og sko háskólinn á líka að vera, hlutverk hans er líka að vera svona jöfnunarkerfi fyrir fólk, þannig að við ættum í rauninni að geta veitt öllum Íslendingum og fólki á Íslandi tækifæri til þess að mennta sig og það sé einhvers konar svona jöfnunar grundvöllur en í raun er það samt ekki þannig vegna þess að fólk sem kemur frá efnaminni heimilum þar sem þau geta kannski ekki búið heima á foreldrum sínum eða slíkt á meðan það er í námi, það er bara aðrir hafa forskot á það og það er bara virkilega erfitt að komast í gegnum háskólanum án þess að taka námslán
og ég meina, ef maður tekur námslán þá dugar það alla fyrir leigu sko, þannig að Nei, ekki eins og inn á stúdentagörðum sem er nú læri leiga heldur en alveg markaðan. Akkurat. Ég meina, ég er sjálf ekki að taka námslán, einmitt bara til að forðast skuldina, en ég virðist samt bara vera alveg sama stað og fólk sem að tekur námslán, sko. Þannig að manni finnst þetta alveg svona, já, meingallað kerfi og ég meina, Guðni ætti nú að vita kannski. Já, ég geti setið henni bara alveg langt fram á kvöld og talað við ykkur um vandamálin við námslánakerfi. Hún Lísa var nú hérna í morgun, forseti Lísa, ræða þau, sem sagt, þessa galla, en þeir eru margir og víða og bara svona einmitt grafa svo mikið undan háskólanum sem jöfnunarafli, svona vettvangi í samfélaginu þar sem allir í rauninni eiga erindi inn á og eiga, þú veist, geta bætt sig og bætt samfélagið út af við. Hérna, og bara að námslánakerfið sé frekar eitthvað svona, sé ekki að sinna sínu hlutverki sem einmitt þetta svona jöfnunartól fyrir fólk og að sjáu sér bara skylda að vinna meðfram því að því að grunnframfærslan er svo lág og dugur ekki fyrir leigu og stúdentagörðum. Og svo ofan á það ertu með bara fáránlega vexti lengra fram í tíman, þannig að þú ert bara að bæði ekkert að græða einhvern svaka mikinn tíma til að sinna náminu með því að til dæmis sleppa við vinnu af því þú þarft að vinna með. Einmitt. Og svo ertu að skuldsetja þig fram í tíman og missa tíma þá og bara, þetta er svo galið sko. Þetta er bara algjör vítarhingur þessi menntasjóðskerfi og hann náttúrulega rættum við hann nýjan hann Pál Winkel, nýjan fórstuðumann menntasjóðs námsmanna og hann var bara að tala um að þetta væri bara meingallakerfi, þurfum bara að laga skilur, þetta hefur ekki gefið sér vel þetta nýja kerfi. Nei. Og bara fjármagn. Ég er bara svona eðlisfari rosalega svona lausnamið og ég er hugsað þetta svo að bara hvað er hægt að gera til þess að breyta þessu, mér hefur dottið alls konar hug, minna á ekki bara háskólanum að vera bara frítt og svo er hægt að tryggja það bara eftir nám með einhverju vinnuskyldu, eitthvað ákveðin tímar, skilur, kannski er þetta mögulega bara mjög galið, skilur, en ég bara leyfi mér að fara bara alls konar krókaleið til þess að hugsa að þetta bara skiptir alveg óheyrilega miklu máli og sérstaklega fyrir börn í efnaminnum fjölskyldum, sko. Algjörlega. Nákvæmlega. En já, fjármögnun háskólans er einmitt eitthvað sem ég held að allir frambjóðanir hafa svolítið talað sko, þó ég ekki eitthvað reykjum í það að sé eitthvað einn frambjóðandi með eitthvað svaka plan í því. Nei. En það er bara, það er mitt eins og þú segir, það er í rauninni bara allt annað en þetta, svolítið bara að fara í eitthvað nýjar leiðir, sko. Já. Því að þetta er ekki að ganga og háskólan er undirfjármagnaður, nemendur er að vinna bara, þú veist, og svo einmitt, þeir efnaminni eru að flosna upp á námi og eru ekki ná að klára námi einmitt út af þeir eru fastir á vinnumarkaðinum, þeir ná ekki endum saman og þá af hverju ættir þá að sækja menntun, skilur þegar lífið snýst bara þau átti ekki einu sinni í og á, sko. Þannig að þetta er einmitt, þetta er eitthvað sem ég er mjög ánægð að sjá að allir frambjóðarnir eru sammála að það verði að sækja meira fjármagn til stjórnvalda og að það verði að gera bara stjórnvöldum ljóst að það gengur ekki að undir fjármagna menntakerfið á Íslandi bara lengur. Það er ekki hægt. Já, ég geti líka alveg farið í alls konar diktum með þetta líka bara, en bara ef við sjáum bara, ef það er ekki fjölbreytni í þeim sem eru að mennta sig, algjörlega. Það verður bara ein hlið til í samfélaginu og það er bara fólki sem á peninga, það mun ráða, skilur umræðinni og annað, það er svo holtið mitt að koma með hina hliðina líka inn í að því við búum ekkert öll í sama veruleika. Það er bara starrend málsins, sko. Það er nefnilega málið. Ég get alveg tekið undir það, sko. En háskólinn á líka ekkert að vera, ég skrifaði skoðanapistil og þar talaði um sko háskólar með ekki verða eitthvað svona fílabeinsturnar og það á ekki að vera til eitthvað svona endilega fræðastjætt því að fræðin er bara að vera fyrir öll. Og ég held að það sé rosalega mikilvægt einmitt að halda því þannig og það verður náttúrulega bara ekki gert nema háskólanám sé aðgengilegt öllum. Já. Því að annars einmitt verður þetta bara svolítið fyrir einn hóp samfélagsins og hvað til hvers þá verið að halda uppi í menntastofnun, sko.
ef hún ekki einmitt bara fyrir alla, ef hún nýtist ekki samfélaginu í heild, sko, óháð því hvaðan eða hvernig þú ert, sko. Já, nákvæmlega, sko. En svona, þú veist, eins og í minni deild þá eitt svona mjög mikið hitamál sem að allir eru sammála að vilja fá breytinga með, en það svo sem enginn sem að tala það neitt sérstakt, þannig maður þarf að lesa milli línana. Eitthvað svo lesi í ykkar deild eða? Já, hugvísindasviði náttúrulega finnst það alltaf svolítið skilið út undan. Ég held að þetta sé svona svið sem það, ég veit ekki, ég er sjálf heimspeki og ég fæ mjög mikið að heyra bara hvað, ætlarðu svo að starfa sem heimspekingur eftir námið og Guðni var bara heyrt þetta líka en þetta svona þegar það er ekki skýr tenging, þetta hittamáli allavega húsindi, þegar það er ekki skýr tenging við atvinnulífið eins og kannski á öðrum deildum sem að hafa kannski svona meira bara beintengt síðan út, þú klárar með einhver menntun og þú fer að starfar við það og hugvísindasvið og ég veit líka alveg að það eru félagsvísindasvið og kannski menntavísindasvið svona sem að hafa svolítið upplifað þetta líka er að út af því að þetta fer ekki beint inn í vinnumarkaðin einhvern veginn að þá er það ekki, metið bara jöfnum verðleika, sko. Og það er svolítið hittamál í hugvísindinum allavega, ég veit ekki ég menna hvernig það er Já, allavega hjá okkur í eðlisfræðinni, ég hef bara ekkert heyrt bara miklar umræður rektorskjörið almennt þar, en það geta alveg hafa verið að fara fram, sko, en ég er ekkert svona mikið tengdur inn í félagslífi svo sem, en já, ég hef allavega ekki heyrt eitthvað ákveðið sem brennur rosalega á eðlisfræðinemum, en það er auðvitað alltaf þetta að það þyrfti bara auka fjármagn sem fer í að kaupa ný tæki og búnað og svona fyrir okkur og styðja við rannsóknir og svoleiðis. Svo sem, ekkert hitamál í gangi, sko. En þið einmitt svolítið háð góðum tækjum og allt það, þannig að það er eðlilegt að það sé svona efst á borðum hjá ykkur, sko. Já, klárlega. Svona mín tilfinning samt, ég veit ekkert hvort að hún sé rétt svo að tækjabúnaðurinn allavega inn í rannsóknarstofunum og svona það er allavega búið að batna svolítið þar síðust ár. En ég svo sem hef ekki einhverjar heimildir fyrir því samt. Bara svona mín tilfinning. Já. En þú, Guðni, ertu bara alveg á sammáli og magni með þetta eða? Ég er bara svona sem heimspekinemi, ég fæ að taka mér eitt sett af lyklum og setja með annað. Það voru við var ég að kynna á háskóladeginum og ég fekk nú nokkuð oft frá tilvonandi háskólanemum að ég er ekki búið að tala allar þessar hugmyndir í heimspekinni einhvern tímann áður, er ekki eitthvað búin að skrifa um þetta, er ekki eitthvað búin að hugsa þetta bara svona, að ef eitthvað er ekki hagnýtt og bara svona skýrt á sérst að bara svona í menninguna að þetta sé eitthvað svona framsækið og heimspekin eru þetta ekki bara einhver gamlir kallar, einhver bara Hegel og Kant, sko, þetta er nú alveg nýtt en líka það er að vinna með gamlar hugmyndir á nýjan hátt, það er að læra svo mikið sjálfan sig með því að kryfja til merkjar hvað það er sem byggir þig upp sem einstakling í þessu samfélagi en bara í lýs, ég held að umræðu með menntasjóðin og fjármögnun til háskólastigsins almennt er mjög bara þörf og bara gott að sjá rektorskandidata bara í rauninni taka því sem sjálfsögðum hlut eða ekki taka því sem sjálfsögðum hlut heldur bara leggja áherslu á fjármögnun stigsins sem þeir ætla að starfa á því þetta er náttúrulega bara frekar lélegt kosningalofar þetta er búið að vera vanfjármagna hérna í x ár en ég er bara innan ekkert að bæta það Nei, akkurat en þau eru allavega öll á sama máli og við með það. Það nefnaði þetta allir allavega í sínum stefnumálum að bæta fjármögnun háskólans en kannski svona sumir á aðeins öðru sig hátt en aðrir. Þetta til dæmis Björn talaði að það er að tryggja fjármögnun háskólans til lengri tíma svo að sviptingar í pólitíkinni hafa ekki áhrif á fjármögnun skólans sem eru þetta mjög góða punktur. Svo eru aðrir sem tala að það þyrfti að færa hlutfallið af landsframleiðslu sem fer í háskólan á svipaðan stað og gerist á öðrum Norðurlöndum náttúrulega líka verðugt markmið, sko. En þetta er náttúrulega bara samtal stjórnenda háskólans og pólitíkurinnar sem þarf að eiga sér stað.
Já. Já, þetta náttúrulega bara, þú veist, framlag ríkisins til sem sagt háskóla stigsins á Íslandi bara, við erum búin að hamra í mörg ár í lýs og stúdendaráði alla þessa staðla í Evrópu og Norðurlöndunum og þú veist, Ísland er að dragast aftur úr í Alveg þessu. rosalega. Þannig að bara þó þrátt fyrir lofvörð að við ætlum nú að ná þessu núna á þessu kjörtímabili og en samt, þú veist, já, það er bara bíð og sjá hvort þetta séu bara orð, hvort þetta séu aðgerðir. Já. Þetta er ekki eina sviði sem mér verið að dragast aftur úr öllum sviðum, sko. Það virðist Það vera. alvarlegt mál, sko, hvernig það er komið fyrir okkur, sko. Einmitt, og inn í þessu náttúrulega er líka bara, eins og þú veist að tala að kannski snertir líka inn á það að háskólinn sem fjármagn til þess að gera rannsóknir. Já. Þannig að við séum ekki dragast aftur úr í hverju einustu, hvað maður að segja, bara svona, já, bara í starfi sem að háskólinn sem að við séum að fylgja tímanum og við séum með nýjustu upplýsingar og við séum með fræðilega nálgun, bara sjá bara til dæmis bara eins og menntakerfi að við séum ekki að leggja meira áherslu á að mennta kennaran okkar og gefa þeim mannsæmandi laun og vita að stjórnvöldin vera líka vera vel frædd. Já. Og fræðslan kemur frá háskólanum og rannsóknirnar og þú veist, allt þetta, sko. Manni finnst það skiptir svolítið miklu máli og þannig að maður veit hvað mikilvægi háskólinn hefur og ég held að talsmaður háskólans eða rektor, bara alveg sama hver í rauninni, verði líka að svolítið vekja athygli á því hvaða gildi háskólinn hefur fyrir samfélagið. Já. Og bara á öllum sviðum, hvort sem að það er pólitíska sviðið eða bara félagslega sviðið eitthvað, sko. Að hafa rannsóknir. Já. Þetta sem þú ert að segja, að vera mjög mikilvægt á tímum núna sem er sífellt verið að gera lítið úr menntun og rannsóknum. Algjörlega. Að því að einhverjum finnst eitthvað þá bara þess að rannsóknir eiga sig. Einmitt. Og ég held að það sé líka, þú veist, það má líka alveg skoða það í sambandi við hvað háskólasamfélög verða síðan einangruð og það verður þetta bil á milli þeirra sem eru ekki kannski háskólasamfélög, því að það á ekki að vera. Háskóli verður að ná til allra og halda þannig ekki vera eitthvað svona komur að segja, eitthvað svona æðri stétt að vera eitthvað svona menntaður, heldur þetta á að við mitt að vera fyrir alla, það verður að gagnast öllum og vera í samtali við samfélagið óháð því hvaða samfélag það er, sko. Já. Einmitt, þannig að fólk fari ekki einmitt að vantreysta háskólum og fræðasamfélögum. Já. En svona, sko, það sem er hitamáli minnidilt, Já. það er fjarnámið. Já, akkurat. Við viljum fá fjarnám. Einmitt. Skilur, en þá koma hinnar hliðnar, þú veist, þá deyr háskólinn, þetta er lifandi samfélag, allt, skilur, og við séum ekki að hittast og allavegna, en við sjáum þetta bara, þetta er mjög mikilvægt, þetta er Háskóli Íslands, það er mjög mikilvægt að Háskóli Íslands nái til landsbyggðarinnar, að við eigum ekki að vera að flytja, sem sagt, úr heimabyggð til þess að flytja til Reykjavík til þess að geta stundan nám við Háskóla Íslands. Ég meina, þetta er kannski félagsráðgjöf er ekki kennt í neinum öðrum háskóla. Einmitt. Skilur, þannig að þetta er svona alls konar og hérna við sjáum líka, þú veist, þetta tengist umhverfismálin líka, að vera með meira fjarnám. Við erum ekki að tala um að allir háskólin er bara að fara í fjarnám, heldur finna ykkur að þarna leið. Hvað finnst ykkur um þetta? Já, sko, ég kannski ekki byrjað. Ég er sjálf á landsbyggðinni. Ég þurfti sjálf að flytja úr minni heimabyggð til þess að stunda mitt nám. Því að heimspeki heimspeki sem bara svona aðalgrein og ein og sér er ekki kennd í neinum öðrum háskóla á landinu og svo hvað sem er þá er mín heimabyggð ekki með háskóla. Þannig að ég þurfti að flytja. Þetta með fjarnámi, mér finnst náttúrulega mjög mikilvægt að það sé boðið upp á eitthvað fjarnám. En það verður náttúrulega að gera það rétt. Og ég er hlindur inn í báði. Ég vil lifandi háskólasamfélagi, þar sem þetta er samfélag, þetta er félagslíf og það sé meira í boði en að það sé alltaf opið samtal á milli fræðadeilda og þú sért ekki bara svolítið einangraður. En ég held að það sé alveg hægt að innlima það líka með fjarnámi. Og þetta við gengur rosalega vel með Háskólann á Akureyri, til dæmis með alls konar svona stöðulótum og eitthvað svona þannig. Já. Og ég held að Háskóli Íslands geti alveg tekið upp eitthvað þannig fyrirkomulag, sko. Og svo er þetta líka bara hvernig þú kennir námsefni. Hvort þú sért að kenna það þverfaglega
og hvort þú sért bara að kenna þetta sem einhvers upptalning á staðrindum eða annað, því að háskólasamfélag á líka að ná út fyrir veggi háskólans. Alveg sama hvort þú sért líka í háskólanámi eða ekki, finnst mér allavega. Þannig að mér finnst alveg mjög mikið, ég get alveg tekið undir það, mér finnst einhver fyrirkomulag á fjarnámi eiga að vera til staðar í þeim námsbrautum sem að það viðeigandi. Þannig að já, mér finnst það alveg mjög mikilvægt og mér finnst einmitt líka mjög leiðilegt að sjá að það er byggðir sem eru kannski fjarri háskólum, þær eru minna menntaðar eða skilur. Þær eru ekki og þá líka sko verður það einmitt aftur eitthvað svona stéttaskipting sem á ekkert að líðast skilur til lengdar og nota sem eitthvað svona afsökun. Til þess að vera ekki að sinna því svæði landsins, en ég held að það sé alveg hægt að halda háskólasamfélagi lifandi og fjölbreyttu þó að vissir staðir bjóðu upp á vissir deildir bjóðu upp á fjarnám sko. Já, ég alveg mikið sammálaður sko að einmitt auðvitað ætti fjarnám að vera í boði þar sem það á við en því þarf auðvitað að fylgja fjármagn. Það þarf náttúrulega eitthvað til þess að þá kannski taka upp fyrirlestra, sjáum að búa til stafrænt efni og svo framvegis og það þarf alveg resursa í það. Þannig að það þyrfti mögulega að ræða það inn í nýju tekjumódeli að Háskóla Íslands eða eitthvað svoleiðis. En til dæmis hjá mér í eðlisfræðinni, ég sé allavega svona möguleika á fjarnámi eða einhvers konar hybrid svona fyrirkomulagi þar sem fyrirlestrar eru kannski teknir upp eða það eru dæmatímar á netinu eða eitthvað svoleiðis sem gæti þá mögulega henta fleirum og sko sérstaklega í dag þegar við erum með námslánakerfi svona að svona slæmt ástand að fólk þarf að vera að vinna með námi og þá kannski mögulega getur ekki mætt í einhverja fyrirlestra því að það þarf að vera að vinna. Get talað fyrir mig sko, ég gerist reglulega að ég get ekki mætt í kennslustund af því að ég er í vinnunni og og það eins og það en ef fyrirlestrarnir verður teknir upp eða eitthvað svoleiðis þá myndi það mögulega allavega jafna kannski svona stöðu nemenda sem þurfa að vera í vinnu líka. Já, en ég allavega held að sko fjarnám sé klálega framtíðin og ég meina það alltaf fólk sem vill frekar vera á staðnum þannig að mér finnst bara mjög svona augljóst að við ættum að bjóða upp á bæði sko. Já. Algjörlega. Já, tekið eiginlega bara undir þetta hjá okkur. Fjarnám að þetta bara verið í boði og þú veist þar sem það á við og með fylgjandi fjármagni og þú veist að það sé innleitt á heildstæðan hátt þannig að bitna ekki á gæðum kennslunar. Já, einmitt. Og það auðvitað helst í hendur við fjármagn og bara við almennt gæða eftirlit í háskólanum en það bara svona gerist aldrei ofta að þetta fer í eitthvað svona hálfvendi kennsluform og verður bara að einhverju bulli. Það er ekkert verið að fylgjast almennilega vel með því og nemendur fá ekkert jafn góða fræðslu en það er bara enn og aftur fjármagnsvandamál og bara að sé skapaður skýr rammi í kringum þetta og að kennarar og nemendur sé í virku samtali þetta bara. Algjörlega. Ég held sé líka að bæta inn í, ég held sé líka bara að þú vilt halda lifandi háskólasamfélagi þá verður þú líka bara að leggja þig fram í það. Það er ekki nóg að byggja veggi og segja fólki að fara að hittast og skemmta sér þar sko. Það verður náttúrulega að vera eitthvað í boði þar til þess að fólk vilji þá fara í staðnám og ég held að þetta sé ekkert eitthvað svona brött brekka þar sem að við lifum fjarnámi og það bara tæmist háskólasvæði en ég held að það sé alveg hægt að gera staðnám líka heillandi þá og gera það þannig en það byggist líka held ég á að það sé ítt undir það að sé fleiri og fjölbreyttari stúdentaíbúðir þannig að fólk á landsbyggðinni sjáu sér fært að flytja ef þannig er sko og líka myndi þetta er náttúrulega maður er alveg nú bara búin að byggja upp skíaborgir hvað var það fjármagn og þannig en að hafa eitthvað svona starfstöðar út á landi. Ég held að það sé alveg hægt. Þetta er nóg að tómi byggingum út á landi sem háskólinn geti alveg tekið að sér og haft eitthvað skonar staðkennslur og þá lítil háskólasamfélög þar. Ég held að það sé alveg einhver sens í því sko hvað var það lifandi háskólasamfélag en
Ég held að það sé ekki að verða Nei. einhverju raunveruleika, sko. Nei, þetta hefur svona, bara persónulega hjá mér hefur þetta verið helsta gagnrýnin Háskóla Íslands. Það eru Já. gamaldags kennsluhættir Já. og sem að mér finnst þeir þurfa að uppfæra, sko. Já. Það er bara svona, svo skilur maður það þarf líka að vera til peningar og allt þetta skilur, Já, mér já, finnst já. bara oft samt vanta þessa sín Algjörlega. að uppfæra svolítið kennsluhættina og Einmitt. og líka bara eins og með fjarnámið þegar segja alltaf já við þurfum náttúrulega að hanna það og eitthvað svona skilur en nú Keilir með mjög flott fjarnám og Keilir er systurskóli Háskólans. Einmitt. Akkur ekki hægt að byrja þar og svo bæta það skilur þar sem að þarf. Ég er bara með alls konar svona pælingar. Já, það má pæla. Já, en þú veist það er enginn svo sem rektor að tala akkurat þetta. Við svona hittum hana Kolbrún á göngunum og hún fekk svo leis að heyra það, sko. Já. Þetta er svo mikið hittamáli á okkur. Þannig að svona, vonandi hefur við opnað einhver Já. augu og vonandi hvort sem hún verið kjörin eða ekki mun hún sem sagt kannski mögulega fara að ræða Já. þetta skiptir nefndu máli, sko. Þetta er umræða sem þarf að taka allavega. Já. Það er alveg á hreinu. Já, alveg klárlega. En þið kannski vilju upplýsa okkur hvernig ætla að kjósa og af hverju? Já, ég er að kjósa Björn. Já. Ég er að kjósa Björn. Bara svolítið eins og það sem búið að koma fram, sko. Mér líst vel á þetta fjármagn mitt að standa að það þurfi ekki að vera eitthvað svona skyndilaust. Háskólinn þarf fjármagn og til lengri tíma. Einmitt þannig að það sé ekki bara einhver einn stjórnmálamaður sem fer að koma og sitja nokkur kjörtímabil og breyta öllu og svo hann farinn og næsti kemur, sko. Mér finnst það ekki eiga að vera þannig. En svo er líka bara þessi samfélagsáhersla sem að hann er með og svo fannst mér líka, ég held að mér fannst það lýsa svo vel einmitt bara manngerð Björns er að bjóða aftur ræstingafólki og öðru inn í starfsemi háskólans, að þetta sé ekki bara einhver fólk sem kemur og er ekki hluti af háskólasamfélaginu og allir innan háskólans óháð í hvaðan þeir eru, hvort það séu alþjóðanemar, íslenski nemar, stúdentar, prófessorar, stundakennarar, að þeir fái störf sín og allt sem að þeir gera innan háskólans metið að verðleika. Þannig að það er svolítið sem að heilla mig, sko. Og svona alltaf, já, bara, ég veit ekki hvað meira ég á að segja svo sem, en svo fannst mér líka gott svarið hans varandi spilakassamáli. Það var með svona, fannst mér allavega mest afgerandi svarið í spilakassamálinu. Já. Það var mjög flott hjá honum, sko. Ég er búin að vera að hoppa svona milli tveggja frambjóðenda, annars vegar Björns og hennar Kolbrúnar. Mér fannst það mitt frábært að Björn vildi loka fyrir útvistun á ræstingum í HÍ. Mér finnst það algjörlega ótækt að ræstingafólk í skólanum sé ekki hluti af samfélaginu og er mögulega á einhverjum alveg hryllilegum launum. Algjörlega. Og býr bara við ömurlegar starfsaðstæður. Já, það er algjörlega ótækt og mjög virðingarvert hjá Birni að taka þetta fyrir og og það var eitt svona stór punktur sem ég var að pæla með hann Björn, en svo var ýmislegt meira eins og spilakassadæmið og það er náttúrulega alveg pínu fáránlegt að Háskóli Íslands sé að hluta til fjármagnaður af spilakausum sem er náttúrulega bara svona predatorist dæmi, Já, sko. og alveg meira áttum mála að losa úr því að þetta er bara fest í lög, sko. Nákvæmlega, og að þetta fari í, sko, fjármagna byggingar, viðhalda byggingum og nýbyggingar á háskólasæðinu, það er náttúrulega algjörlega fáránlegt, en mér þótti mitt gott að sjá að allavega allir frambjóðunir voru á móti þessu. Það er líka kannski pínuskrítið ef ykkur hefði verið með því, sko. En ég ætla að kjósa hana Kolbrúnu, en það er vegna þess að mér fannst hún taka svona mest afgerandi afstöðu hvað var þar breytingar á námslánakerfinu, allavega vilja tala fyrir því og ég gerir mig fulla grein fyrir að hún geta ekki breytt því bara upp á eigin spýtur, sko. En hún var með alls konar annað flott líka, sko, í sínum stefnumálum, náttúrulega fjármögnunin, vilja hafa hana eins og gerist á Norðurlöndunum sem er náttúrulega bara mjög flott. En svo tala hún líka um rannsóknarmiðju sem að byggja í Vatnsmýrinni, sem er þá einhvers konar svona þverfaglegt rými þar sem
rannsóknir fara fram. Ég er endan að kynna mér alveg en það sem ég las það, mér líst bara ágætlega á það. Talaði líka að þurfa að efla gæði og stoðþjónustu við kennara og það mitt gæti gagnast í ef það var að setja upp fjármagn, ef það var að fara að bæta stoðþjónustu við kennara. Já, og margt fleira sem var með. Hún talaði meira þess að styðja við félagslíf nemenda og ég allavega sá það, tók ekki eftir því hjá neinum öðrum sko. Þannig að það voru mjög flotti punktar hjá henni sko. Ég held að hún mjög hæf. Já, mér finnst allt einmitt fólkið vera bara frábæri frambjóðendur, geti hugsað mér að kjósa öll. Ég er svona, þetta er náttúrulega að fara í 2 umferðir sko, finnst mér líklegast sko, þarfst að fá yfir 50% til að þetta sé bara 1 umferð og það gerist ekki einu sinni síðast, þegar voru bara 3. Nú eru svona 5 eða 7 í frambóði. Já, mér finnst alltaf mikilvægt að halda atkvæðinu mínu út af fyrir mig. En við sjáum til hvernig ég kýs í seinni umferð. Gæti verið hvert sem er, sko. Já. Spennandi. Ertu björnsmegin eða þú vilt ekki gefa það upp? Sko, náttúrulega í náminu, hann Björn náttúrulega, mann eftir um kennslu, hann bara einn af mínum uppáhaldskennurum og það væri auðvitað bara synd að missa hann í rektorstarfið, sko, úr kennslunni. En Þú þarft ekki að svara því að þú vilt það. Já, ég bara, þú veist, ég vill ekki skrifa mig við eitthvað Instagram frambjóðanda, en Björn náttúrulega frábær og Silja líka og Magnús líka og Ingi Björg. Já, eins og ég segi í byrjun, sko, við erum í mjög góðri stöðu og það að ég kjósi Björn ekki neitt eitthvað, því ég hef eitthvað át að setja við hina frambjóðuna, sko, og ég held að við séum í góðum höndum eða rauninni saman hverju þessum 5. Já, ég fagnar bara. Já, ég held að það sé bara frábært og það gladdi mig mjög og ef ég geti valið þá væru þau öll 5 bara hana með því að þau eru öll bara, þau koma bara búið að vera ógeðslega skemmtilegt að fylgjast með þessu, þau öll búin að koma rosalega vel fram á pallborðum, þau eru bara búin að gera þetta heiðarlega, það vinskapur þeirra allra á milli, það er mjög skemmtilegt og bara ég held að háskólinn sé í góðum höndum, sko, í rauninni, sko. Þannig að já, eins og ég segi, ég tek undir það sem Guðni segir, þetta er allt saman bara frábært fólk. Ég er alveg sammála, það væri bara mjög gott að það teki svona einhverja hluti úr þeim öllum og búið til. Já, nákvæmlega. Akkurat, ég er reynd bara, sá sem vinnur að þessum 5, hann verður að taka alla hina með sig svona sem sérstaka ráðgjafa. Já, ég held það, sko. Þau eru öll mjög fróð á sínu og eru mjög öll frábær og það er ekki allt vel liðið fólk innan háskólans og sinna deilda, held ég, sko. Og maður er svolítið búin að vera þurfa nota eiginlega svolítið útilokun aðferðina, sko. Af því þau eru öll svo frábær. Þú veist, í byrjun var Björn og Silja hjá mér efst. Já. Svo kom Kolbrúnin. Já. Og það bara nei, Þórdís, nú ertu bara komin, þú veist, nú ertu bara hún gráður, sko. Þannig að maður þurfti svona, þú veist, að fara meira að pikka, sko. Já. Þannig að þú veist, en bara maður getur ekki einhvern veginn sagt með besti maðurinn vinna vegna þess að þau eru öll frábær, sko. Þau eru það nefnilega, sko. Já, ég er alveg sammála. Eins og ég segi, ég held að þau verði hvert sem það er sem vinnu þá verða þau í skólanum til sóma. Já. En maður má segja þannig. Já, ég held það, sko. En svona, hver haldið þau muni vinna? Þú veist, alveg burtu sé með hverju þau haldið, skilju. Maður hefur eitthvað svona tilfinningu. Við Magna vorum eitthvað að leita einhverjum stuðlum fyrir þessu, sko. Það var eitthvað að ljúga því að mér að vera til veðmála síðan. Nei. Hún hefur ekki fundist. Já, beinstyrkir Háskóla Íslands. Nei, sko, hvað maður svona hugsa sér að þetta er svo persónubundið, hver eru stærstu sviðin, hver eru flest starfsfólk, því starfsfólk náttúrulega vegur 70%, akademist og stjórnsýslan. Við á spá bara alveg persónulega út í loftið. Ég held að þetta fari út í Silju og Magnús í næstu umferð og svo
ég er eiginlega bara að kasta pening, sko. Ég get ekki Já, spæðið. ég held að Silja sé alveg sigurstrangleg, sko. Ég svona held það, en Já, svo veit maður ekki, svo er maður alltaf bara einhvern veginn svona í sínu bergmálshelli, sko. Ég sé bara auglýsingar frá Silju og Birni, sko, þannig að ég veit ekki, og svo, þannig að ég bara Magnús blasir við mig hvert sem ég fer, sko. já, sko, þannig að þetta er bara svolítið, já. Það er erfitt að segja til það. Mér finnst mjög erfitt að vera eitthvað svona að segja alveg skýrt, sko. En hvað heldur þú? Sko, ég bara hef engar forsendur til þess að geta gert eina spá, sko. Nei. En já, ég held að bara hver sem mun komast áfram og að lokum verða rektor, þá erum við bara í mjög góðum málum. Þetta er allt alveg frábært fólk. Já. Með flott og skýr stefnumál og Já. Ég held að baráttan verði Björn og Silju. Já. Og ég lét gervigreindin að gera smá úttekt á þessu fyrir mig. Hver eru með mestu stuðningsyfirlýsingarnar og það er þau tvö. Já, akkurat. Þannig að það er líka bara svona mín tilfinning einhvern veginn. Þannig að það verður fróðlegt að sjá. Mögulega hef ég bara alveg kolránt fyrir mér. Nei, þetta er mjög erfitt að segja, sko. Það er alveg upp í loftinu, sko. Það er alveg svolítið, sko. Og líka bara einmitt út af því að ég held að allir sem ég hef hitt eru einmitt sammála því að þetta er allt saman bara mjög fínt fólk og það er erfitt að gera upp á milli þeirra, sko. Já, Ég hef engan hitt sem er eitthvað sérstaklega á móti einum eða öðrum frambjóðendum, sko. Það var einum kappræðum sem ég náði að gera bara stórt strik yfir eitt framjóðum. Já. Og það er bara, þú veist, þannig, ok, það voru 4 eftir en ég skilji. 3 og mikið. Þannig þetta er bara svona, þetta er mjög flókimál. Þetta er flókimál, sko. Þetta er flókimál. Það er erfitt að segja til það. Þannig að ég ætla að vera býð spennt eftir þessum niðurstöðum og bara... Já, þetta er spennandi. Já, sjá líka bara hvert nýr rektor minn fylgja því. Rektor situr yfirleitt svolítið lengi eða það er ekki búin að sitja 20 ár núna. Jú, hvað, er þetta ekki 5 ár? Jú, það er 5 ár. Já, það er 5 ár, þannig að einmitt. Þetta er 5 ár er alveg lang tími líka. Já. Þó að það sé bara eitt, hvað kallar maður það, kjörtímabil. Já. Þannig að mögulega verður maður orðin svolítið bara aldraður þegar maður fer að pæli ræsta og maður ennþáli bara já, þetta var rektorinn sem að ég mögulega kaus eða ég var allan kosin þegar ég var í háskólanum, skilu. Og sjá hvað hann er búin að gera fyrir skólan, sko. Mér finnst þetta mjög spennandi. Ég hef reynda bara mjög gaman á svona kosningum og... Já, einmitt. Jú, sama hér, finnst þetta alltaf spennandi. Já. Og ég er alltaf með svona ég veit ekki hvort það sé einhver árætta hjá mér en mér finnst ég alltaf þurfa að nýta minn kosningarétt hvar sem hann er. Þannig að ég reyna að kynna mig málinn í þaula og vera vel upplýstur kjósandi. Þannig að jú, þetta er mjög skemmtilegt, sko. Já, mjög svo. En er eitthvað svona sem þið vilja koma á framfæri svona á lokum eða? Nei, bara skilabóti stjórnvalda. Nei, já, alveg sama hver verður rektor, en þið bara fara fjármagna Háskóla Íslands almennilega. Já, bara já, háskólastíð almennt og bara breyta lögum mentasjóðin, bæta úr þeim eins og þeir eru búin að lofa að gera í mörg ár. Algjörlega, og ég held að það sé líka bara mitt. Bara móta heildstæða stefnu í samtali við háskólanema og rektor sem er að koma inn núna. Akkurat. Sem er öllum í hag. Já. Af því að við viljum vera með sterkan og góðan háskóla sem endurspeglar samfélagið og bætir það. Og ég bara hlakka til þess að ég geti sagt að það sé svona. Já. Til þess að fara að vinna í því. Já, ég hef ekkert sérst þetta að segja, sko. Nefnum að bara hætta með þessa spilakassa strax. Já, svo það er eina sem ég verð að segja svona í lokinni. Og nýta kostningaréttin. Já, einmitt. En þeir eru kannski búin að þið. Já, þegar þetta fyrir loftið. Nýta ef þetta fyrir í aðra umferð. Já. Sem það gerir nú alveg örugglega. Já, einmitt. En við skrifum náttúrulega bara Facebook-status og hvetjum fólk til að nýta kostningaréttin sin. Klárlega. Það skipta máli, ég meina að hvað er nokkar skipta, hvað er ekki 30%? Jú, 30%. Mér finnst það nú bara svolítið töluvert, sko. Já, það er mikið. Það er það. Og við fáum þennan valmöguleika, sko.
eða þú veist, þetta er eitthvað sem, þetta eru réttindi sem við fáum að gera. Það er ekkert endur að sjálfgefið, sko, ég myndi að fá að velja sér alltaf rektor, sko. Nei, alls Settum ekki. við bara út hvatningu til stjórnvalda að fara að gera betur í málum háskóla. Klárlega. Það er bara þannig. Tek undir það. Klárlega. Að því, þetta er svo skemmtilegt að vera í háskóla, þú veist. Já, Jú, jú. þetta er aðeinslegt. Fólk á ekki að vera að missa tækjum færum vegna fjármaks eða hvað sem það er, skilur bara. Akkurat. Alls ekki. En það er stuðningur við nemendur í háskóla margborga sitt til samfélagsins, það er bara þannig. Já. Það er bara svo les. Sýnt sig. En hérna, ég ætla þá bara þakka ykkur kærlega fyrir að mæta. Ég veit, ég setti bara út statusinn á Facebook og auglýst eftir fólki. Já, Að því mér takk fannst fyrir þetta- boðið. Já, mér takk fannst fyrir boðið. mikilvægt að okkar sín kemur svolítið þarna inn, sko. Einmitt. Bara takk kærlega fyrir að mæta og svo bara lokin alltaf ég þakkinni Laufi fyrir að taka upp þáttinn. Takk, Og bara- Leifey. Takk fyrir.